Pétur. 16:57. Nú ég góð í lag og og nú við komið. Nú live streaming. Ekki bara byrjað. Glæsilegt. Þá bara ég ykkur hjartanlega velkomin á 50. fund íbúðarráðs Miðborgar og Hlíðar. Ég heiti Geir Finnsson og kem hingað í stað formanns sem gat ekki, fæ að stýra fundi þar að segja, í stað formanns sem gat ekki mætt í dag. Og framundan vegleg dagskrá, þannig að ég legg til að við hefjumst handa og reyndar eru fyrstu 2 málin, þau eru sem sagt á vegum fulltrúa íbúðarráðs sem gat síðan ekki mætt í dag, þannig ég legg til að þeim verður frestað frá næsta fund. Við vindum okkur strax í lið 3 sem þá tilkynning auglýsingu á tillögu að breytingu á deiliskipulagi skólavörðustígs 9 og það bara lagt til framlagningar og ef ég skil máli rétt þá að ræða gamla hegningarhúsið og hvort að því verður ekki bara breytt í kaffihús ef ég skildi gögnin rétt, þannig að þetta eru nýjir tímar framundan og að gera það. Kynni sér þetta náttúrulega bara auglýsing og opin auglýsing og opin öllum. Eitthvað sérstakar athugasemdir þetta mál? Eitthvað? Þannig að húsinu verður ekki byggt í kaffihús, þetta verður í bakarinn. Þau eru í bakarinn, já. Já, ok. Málum bara leiðum þetta strax. Já, gott að, ég byggðist forláts á þessu og geta að reyna að mun bæta mig næst. Já, þá þetta bara lagt til framlagningar, þannig að við þurfum ekki að afgreiða neitt og því áleggir til að vera við næsta lið sem 4. liður, tilkynning auglýsingu á tillögu að breytingu á deiliskipulagi Brautarholts 30. Það að ekki lagt til framlagningar og það einhver athugasemdir þetta mál. Nei. Svo ekki, þetta svo sem ekki svona, já. Nokkuð hefðbundin breyting. Fyrst ára engar, eða hvað fyrir ekki? Nei, Brautarholt 30, þetta hann að? Langt frá gattamótunum hann, sko, þetta húsið sem við að byggja? Já. Já, það alveg greiða. Í Brautarholt? Já, það bara... Ekki við? Nei. En ég vil hliðina á einhverju fórskapi. Já, litla stundin. Já, það flott. Brautarholt 30? Já. Það eru svona smá, það verið að hækka það eina hæð, það verið að taka burtu svalegnar, þannig að íbúðarnar stækki. Já. Og svo eru bara bílastæði í Borgarlandi, ekki neitt. Já. Skinnum. Ok. Áhugavert og eins og þessi mál og fyrir þau sem fylgjast með streymi, hann hvort núna í útsendingu eða í upptöku, þá náttúrulega hægt að kynna sér málið og athugasemdir. Glæsilegt, þá þetta mál lagt til framlagningar og við færum okkur næst yfir í 5. lið. Það afkomin íbúðarráða fjárfesting og viðhaldsáætlun 2024 til 2028. Þetta þá til afgreiðslu, en eins og ég skil máli rétt, þá það í skauti formanns sem þá Pétur, svo það segður á hreinu, að koma sérst með að leggja fram hvað ekki tillögu fyrir hönd íbúðarráðs og hann í rauninni bara, hann vinnur á því og í samráði við okkur. Þannig að það í rauninni sko að gera fyrir okkur kannski að við getum svona rætt þetta eitthvað smá núna, en einhver með sérstakar athugasemdir eða spurningar þessa áætlun? Þetta eina sem fyrir mig. Það ekki mjög kom. Þú fórst bara að það væri komið í gögn með þessu, við verðast ekki hérna. Þetta svona svolítið. Almenna fjárfestingaráætlunin hérna, hún svona þessi. Já. Og þarna getið þið lesið í gegnum það sem að til ykkar hverfi. Og þetta svolítið svona stúdía þannig að það þarf svolítið að vera í mjög. Þetta mjög miklu. En hérna, hvenær þurfum við að skila á? Þetta tilögfresturinn 31. maí.
Þannig að það er vel bara á milli fundarinn og þessum Pétur. Já, það getur þá bara að vera í sambandi við okkur rafrænt, gerir ég ráð fyrir. Já, einmitt. Þannig að við leggjum til þessi bókað að þetta verði afgreitt á milli fundar. Já, einmitt. Einmitt, við leggjum það fram. En einmitt, það er svo sem alveg rétt líka, sko, ég hef verið í öðru íbúðaráði fyrir og það hefur það kannski verið sama gagnrýni á þessa svona áætlun, einmitt, að hún er ekki alveg svona, hún er svolítið svona torlæsileg fyrir flesta sem er ekki vel að sér í svona málum, skulum við segja, þannig að það mætti alveg einhvern veginn snerta því. Við vorum að búið á hana fyrir. Við fórum á hana fyrir, sko. Þannig að maður hefði komið fyrir, sko. Algjörlega. Mér finnst áhugaverðast að þetta með jafnréttisstefnu. Sem að mér finnst mest spennandi bara að við kynnum. Þannig ef við komum til þau, þá þurfum við að jafnréttisskimana og byggja út þá. Já. Við erum með eyðublaðið til þess að þetta er svolítið. Þannig að skoða það. Einhverjar frekari athugasemdir eða spurningar varðar þetta? Aftilega að opna þarna miðborg og Hlíðar, sýna þarna þessi götur og stígar sem eru svo fasteignir. Og Laugardalsvegur, Hlíðarendi, Flensvæði, Geirsgata, Laugavegur, Hrísgötur, Hlíðarsvæði Ós, Vatnsstígur milli Laugars og Hverfisgötu, Írströnd til Nauthólsvík og frágangur við Viðbragðsgötu Fljótsdalsvegur. Er þetta að sjá þessar gleraugsstaðar? Ég hef ekki séð þetta. Þetta er inn á fundargáttinni. Ég er ekki með aðgang að henni. Og Ekki með aðgang að skjölunum. fundurinn er boðaður á vef Reykjavíkurborgar. Þar sem að ég skal sýna þér hvernig við förum inn á fundina. Ef þú smellir á fundargerðin hér á forsíðunni, þá kemur hérna dagskrár næstu funda. Ok, er þetta undir því? Já, og þar er fundirnir allir boðaðir sem eru á næstunni. Og hér er, hann var, já, nú er hann alltaf byrjaður, þannig að þá er hann dottinn út. Okay. En sko, ef hann væri hérna þá, hann var hérna í dag, en þegar þú smellir á fundina, þá eru hér öll gögn undir sem fylgja. Svona blálituð. Má ég vera í sambandi við því að ég finn þetta ekki og kannski fá þetta hjá þér eitthvað? Já. Ok, ekki máli, takk. Þannig að þessi gögn voru þar og svo verður þetta á vefnum, þegar fundargerðin birtist sem verður væntanlega á morgun þá eða í síðasta lega mánudag. Það mun fylgja með fundargerðin. Það er svona helst þessir hérna tvær klöðum. Götur og stígar og fasteignir. Já. Það er þessi andri borg, vanfarar, Innvistarvaldi held ég að því er mikla. En ef maður vill kynna sér það eitthvað frekar, hvert þarf ég þá að fara? Þá þarf að spyrja þau sem að eru í sinna þessu þau sem voru með fundin Klóni og Lífun eftir. Þannig að ef þið hafið einhverja sérstaklega spurningar þá er það semst að koma þeim á framkvæmd. Læsir. Einhver frekar sem þið viljum koma framfæri? Og það er bara eitthvað sem við myndum að setja inn í þennan lista, það er náttúrulega bara umfyrir ekki fyrir skólabögn, að það sé ekki komin í löngu tíðina hjá nótunni og því að þetta er komist yfir göndar. Það er ekkert með áskartið hans í svolítið tíma og við myndum vilja sjá eitthvað svona í þess að vera. Þannig eins og ég skilja að þetta er það sem verður og við viljum ekki eitthvað meira til þá þurfum að fylla yfir það. Já, þetta er alltaf áætlunin eins og hún stendur, ef ég skil það rétt. Þannig að þá er það bara, en það er okkar að koma þetta á hana og við getum þetta áhrif. Komum við tillögur. Já. Gerðum við eitthvað senast það? Já, okkur. Er ekki þá, já, þannig eins og nefnið hennar, það verið mjög gott en þú sendir það ekki á Pétur sérstaklega, þannig að hann... Jú, það var senast og þá var það að við gáttum skrifaði í rauninni bara inn í þessi skjalið. Svo fórum við í rauninni bara yfir. Það sé ekki alltaf falla á
formáli, ég heyri hann Pétri með þetta og kannski setja þetta inn á. Reynum að fara varlega með hann, hann er svolítið slappur í dag, sko. Já, ég skal ekkert senda fólk í dag. Elsku Pétur, já. Já. Glæsilegt. Eitthvað fleira? Og aftur þetta náttúrulega bara umræða, við þurfum ekkert að, við getum bara, ef þú eftir ykkur hug á morgun, þá getum við bara rætt það saman eða mitt sett á Pétur. Hann fagnar þessu, hann fagnar saman. Ég sé það gegnum þetta betur og með fórhaldinu og það getum við sett eitthvað í næstu viku. Já, það er bara glæsilegt. Samá eins og fóru fyrir ekki. Einmitt, já. Frábært. Þá það afgreitt þá bara væntanlega með bókunni, það ekki? Jú. Og hún var búin að drafta hana og svo. Já. Og þá hann upp á skjæðan? Hún þannig að samþykka til að formanni íbúðaráðs í samráði við fulltrúaráðsins að vinna tillögur íbúðaráðs miðborgar og hlíða fjárfestingar og viðhaldsverkefnum fyrir 31. maí næstkomandi. Ok. Já. Ég var að búast við einhverju. Þið hafi kannski ekki sterkar skoðanir á svona bókum? Nei, hvað? Nei. Það vill bara spyrja til öryggis. Glæsilegt. Þá erum við öll innróma á þessari bókum og getum þá farið strax yfir í 7. lið sem málefni hverfisins. Hér gefst okkur kostur á að ræða eitt og annað. Er eitthvað sem ykkur brennur? Ekkert sem hefur ekki rætt áður. Já, ég hef ekki. Nei. Ég fagði að það komið nýtt skilti í Litlibrekku, líka 30 loksins. En ég ætla bara að segja hrós fyrir það. Já. Það var skilti sko stóðum. Já. Klokkan líka að setja 30 niður, þegar það var búið að tala að setja frá 40. Það er það áfram. 30. Alltaf veist að voru ekki undirbúið. Ég var veltaði fyrir mig sjálfur, sko, hvort að ég ætti að hafa samband við borgina, nú er ég bara veltaði fyrir mig persónulega, en það eru góðar og flottar framkvæmdareisistæðir Hlíðarbyggðarhverfi, en núna eru framkvæmdareisistæð þarna á ysta hluta Valshlíðar sem það fjærst Valsheimilinu, ég númer 8. Það var hér? Já, þess að það eru framkvæmdareisistæð þar sem sikkur megin við götuna og núna er það með þeim afleiðingum að það er búið að taka burt báða göngustíga. Þannig að núna ef þú ætlar að labba þarna, ég geng það í gegn til að fara bara í bæinn eða í ræktuna eitthvað þeir og þá þarf ég bara ganga á götunni, sko, sem svolítið óþægilegt, sko, þannig að það er eitthvað sem ég finnst bara gaman að deila með ykkur. Ég er bara að pæli að vera búli og kvarta. Erum við þetta að gera þetta? Það er ekki gangandi að þetta er út í hött, sko, og greinlega þá bara... Kannski þú ert að labba þessu götu? Já, þannig að þá bara þegar ég fara hérna í gegn eitthvað, það er nú þegar líka var að byggja hér, en stundum er það svolítið óþægilegt, en það er áður hægt að fara alltaf hér, sko, en það er bara einu bein í gegn. Þannig að það er alltaf eitthvað sem ég hyggst. Svona allavega bóta í fólk. Útivöldin er ofan það. Og það er ég að stefna þess aftur, eins og það er þannig fyrir, sko. Og stundum er þetta alveg lokað til að koma að vinna fyrir, en það er svona, já. Já, bara eins og ég segir fyrir það íbúðarsamtökunum að það er nýja leikskóla sem alltaf ynda að fá nýja leikskóla, þá alltaf fóruð stæðin þar, þannig að við heyrum íbúðum þar fyrir neðan og þeir láta okkur vita. Og síðan eru framkvæmdir á Snorrabrautinu út af nýju strætórstöðunum og það er að taka nýju stæði öðrum megin og íbúðarnir finna fyrir þessu og eru að tala það að þeir veit ekki hvað er að gera í bílum sinn. Og þá kemur aftur í sagt frásögn að bara ákveða að segja aftur að þetta er mjög mikið reglum þannig að það eru íbúðarkortin ekki að virka. Því að það er náttúrulega íbúðarkort, það geta lagt í stæði í hverfinu. En fólk er það endar á að þurfa að finna einhverstaðar stæði kannski í landsbyggðunum eða stórskólum eða eitthvað. Eða að borga sín íbúðar bílastæðahús. Og íbúðarkortin eru þau ekki,
einmitt, segjum að þannig að myndu þeir þá ekki dekka þú að færi svolítið langt frá heimili? Nei, þið fyrir alltaf inn í ákveðnu Einmitt, svæði, þú ert komin út fyrir, þú ert að fara að borga og það verður í bílastæð og svo er það bara aftur, þannig að svona sem ég sagði, við erum búin að bóka þetta en ég bara segja þetta aftur mjög mikið það. Svo aftur átt að vera að taka stæðin og þannig yfir Klapparstíg. Já. Maður er ekkert hefði bara í gæri félag mínum að bara hann ekkert stæðin. Svo ég hef sagt þetta en við erum búin að bóka þetta og bara láta vita það. Við viljum fjalla meira þetta. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Svo getur líka svona, já, líka jákvæðið. Það er margt gott hverjum líka. Já. Það er sem við þetta sérstaklega. Já, við maður það sé það komið í leikskóli, en þannig að hugsa aftur umhverju öryggi, sem ég sem alltaf var jákvæð. En þannig að með þessu að vera að taka það mikið stæð, þá er verið að verða ekki mikið ólöglega, verða ekki på gánsvinn og ég horfði bara sjálf að maður er skjálskjótast á milli bílunum. Þannig leikskóla upp á verður. Já, ég líka bara að segja sko þetta með að búið að taka svo mikið stæðum að þá er þetta að vera að leggja því fólk þarf að náðurlega sem það þarf að fara einhverskjörn á skjótast og stoppa bílunum. Þá er að leggja annað öðverðarsstefnu og skjálskjóta bílunum upp á gánsvinn og það er gangandi fólk. Þannig að það er þetta svona þú ert að fara á milli bílan og þú sést ekki fyrir að þú komast á miðjan götu. Ég hef verið bara sjálf. Já, þetta svo líka, maður sér alveg. Það sem ég er alltaf að hugsa að það er litluböndin sko, því að maður heyrir fóröldum. Það er alveg nóg. Algjörlega, sko, maður sér það líka mikið verið að deila á samfélagsmiðlum, það er oft fólk er ekkert að virða eins og hjólreiðastígana eða fleira og bara leggur bílum svona á þá og svo er fólk að hjóla, og næstu búið að keyra á eða eitthvað sko. Þetta er bara allt myndað í því og gott til minna. Ég var alltaf veit í gær á heimilinu mínu bara að taka strætó. Það er ósláð að stoppa í að ég hleypi við gáttinu. Það var eða stopp, það minna svona að koma maður á reysir og það ekki minnst. Og ég er ennþá bara svona, þannig ég er alveg svona, þetta er bara svona svo vilt að vestum og maður er ekki öruggur á gáttinu. Nei, það er vonandi finnst lausn við þessu og þetta er þá, ég svona vænti þess alltaf að megna þessu sérstaklega vegna hvað eru framkvæmdir út allt og það þýðir að við þurfum að verða á svona einhverja fólki, en vonandi. Það er jákvæð sko að þú bara fríða fyrir fólki að horfa, fara sér þessum að fara rólega, horfa til hægra fyrst. Já. Þetta er ekki aftur tekið. Við þurfum ekkert að, ég er ekkert að hýta sér. Þú að gera sjúkrahúsum. Ég segi það. Ég er að vinna á sjúkrahúsum. Já, óinni. Eitthvað fleira sem þið viljið ræða málum hverfisins? Við höfum okkur í lokaða liðin sem verður mjög. Ég myndi vilja ræða það hversu óþægilegt það er fyrir fólk sem býr í hlíðunum að nálgast blessuðu bókana fyrir lífræna sorpið. Því að ég nefnilega frá mínu heimili er það sko strætó í alltaf 4 áttir og ég hef lappa í 20 mínútur til viðbótast þess að koma þá alltaf þess að 3 stöðvar. Silla. Já, þetta er bara á bilinu sko 12 til 6 á meðan sorpa er opinn sko. Þetta er ekki bægilegur tíma heldur fyrir mig að skjótast. Þannig að þetta, ég bara, að vekja aðeins á þessu, þetta er að gera. Því meira óþægilegt. Ég þarf bara náður í að fóta því, ég bara. Ekki bara bóstað þegar við erum með bókan. Já, ég með það, þú veist. Heitur Bóstaðarlíð. næstur í stafla. Náttúrulega bara einn. Já, en það er kannski kennt sko, þú getur ekki sótt fyrir stigaganginu til dæmis. Þú þarf að vera voða góð í blokkinni. Nei, ég reyndi það. Þetta eins og bóstaðarlíð, vita, torg, aflíkavandi. Það er aklaði. Það er svolítið kjánulegt sko, við erum að búið til flækjaföld, það er bara skrafna og húslu og Ég myndi að kaupa þetta í hús sko, en ég kenni. Ég bara, ég það ekki búið. Ég myndi fyrir suma, það er svo lægir það. Borgar námið sköldamið og ég var að fara í staðum sérlið. Ég hefði bara að hætta svo undir bara. Já, það er Það er ekki aðgengilegt, það er þessu vinna. Ég kannski fylgjast með þessu og ég þetta ætti alveg erindinn á þessa íbúðarhús eða hvort við getum bara sérstaklega umræðum þetta í næsta framlýsing. Þetta er hægt við þið senur fyrir þetta.
Segir það, bara gott, en þetta er mjög nýtt fyrirkomulag og það er mjög mikilvægt að við tjáum okkur það. Þetta er í einhverjum, þú veist, þetta er ekki alveg búið að hafa vaxtarverkir, ég ætlum ekki, já, það er kannski orðdagsins í dag, en við reynum að, en þú veist, þannig að það væri gott, þá er kjörið fyrir íbúana og sérstaklega að kommentera á þetta og koma með ábendingar. Ég veit hvað það er. Já, að gera. Takk fyrir þetta. Eitthvað fleira? Ég ætla að segja það jákvæmt, ég svo hrifin á blómum. Já. Saman. Mjög gott. Það er gegnum Ríkisútgerðin og sjá blómum. Það er meðfram, Akureyri. Já, ég reikna með það Sigríðarskóla, það er alveg inn. Og svo er það að gera beðið tilbúið, ægilega, ég var það Austurvelli og Stíflandi verður. Ég veist líka alveg frábært að blóma það sem er meðfram Akureyri. Já. Já, það sem var stíkun í grassi. Já, það bara lyftir geði í umferðinni. Við vinnar mikið það og ég skal alveg upplustar fyrir ykkur. Ég fæ mér stundum svona kvöldgöngutúra í borginni og hlýðunum og svona. Mér finnst þetta yndislegt. Þetta er svona, gerir daginn betri. Og mitt almennt bara, ég meina sérstaklega, þú veist, ég er búin að leika mér að rölda miðbæinn, sko, bara gaman að sjá, þreytist ekki á nafnina og ár eftir hvað er lifað. Og þetta er bara góður staður og ótrúlegt hvað gert hefur verið. Þetta er bara, ég er bara stoltur af hlutanum okkar. Já, við getum líka enda okkur neikvæðan og við viljum árum fyrir næsta lið. Ég skil þetta jákvæðan. Glæsilegt. Þá þakka ég þeim fyrir sem hafa fylgst með í streymi við að næsti liður er sem sagt lokaður liður, þannig að ég aftur þakka ykkur fyrir að fylgst með í streymi eða upptöku og við sjáumst á næsta fundi.